að því þú segir þetta sko, þú veist, maður er fullorðinn og ég er 46 ára og mér finnst svona, þú veist, því eldri sem ég verð, þú veist, því svona betur situr maður í sjálfum sér og ég allavega og það er kannski líka bara því að maður er að nýta reynsluna. Þú veist, það er ekkert eitthvað sjálfgefið að tíminn, aldur verði, þú veist, þá situr vel í sjálfum þér og þroskist. Maður þarf að vinna úr reynslunum sínum og allt þetta og svona vera til í að skoða sjálfan sig heiðarlega og allt þetta einhvern veginn. En svo náttúrulega sem konur, sko, þá var maður kannski einhvern veginn búin að svona loksins kannski líka farin að uppskera á atvinnumarkaðinn, maður búin að mennta sig, koma börnunum upp oft á tíðum eða búin að einhvern veginn hjónabandi kannski koma á þann staði sem maður vill og bara að lífi einhvern veginn bara að fara að gerast og þá bara bankar upp á breytingaskeið og við viljum ekki tala um það er svo leiðilegt. Þetta er svo ógeðslega leiðilegt orð. Mér finnst þetta svona það? Sko, ég man eftir því þegar mamma byrjaði á breytingaskeiðinu og pappi var alltaf með saman brandarann. Í hvað ert að breytast, elskan mín? Ok, það er ekki hjálplegt. Nei, og svo segja ég hef oft heyrt að, þú veist, margar konur breyti bara alveg karakter og verði bara svona gamlar og betrar. Ég veit það ekki. Ég ætla að segja, sko, breytingaskeiði hefur alveg fengið svolítið slæmt rep, sko. Og konur, svona eldri konur, hafa fengið rosa slæmt orðspor á sér. Við erum svolítið hrættar við þær, hrætt við þær. Og á meðan kallar breytast í bara einhverjum svona silfurrefi og mega bara vera með bumbur og skalla og það er bara ok einhvern veginn. Þeir verða bara svona vitrir, geta deilt úr hérna viskubrunnum sínum, að þá verða konur bara þurrar, leðilegar og bara ergjandi og bara argar, veist, og alltaf heitt og eitthvað og þetta er svo ósangjant, sko. En raunin er, þú veist, ég fekk breytingaskeið á heilan. Aðalega fekk ég sko á heilan að við verðum ekki að tala um þetta. Að því að helmingu mannkins að því gefnu við verðum 40 ára. Þú veist, 40 ára, það er ekki eins og við þurfum að verða 100 ára, sko. Að því gefnu við verðum 40 ára, þá munum við finna, þú veist, þá munum við byrja að fara í gegnum breytingaskeiði, sko. Af því að við hefum ekki gengið í gegnum nóg í gegnum hérna, við erum á blæðingum og þetta, jæja. En þetta er svona svolítið eins og þegar að, þú veist, þegar við erum úlingar og við förum inn á kynþroskaskeiði. Þú veist, við stelpunar byrjum á túr og hormónin koma og við erum svona tilfinningamiklar og erum svona að ná tökum á þessu öllu. Og meðan strákarnir verða, þú veist, þeir fá testóið hérna og þeir verða svolítið svona ég ætla ég að fucking rústa þér eitthvað og fóreldrarnir er eitthvað, við erum að spila lúdó, sko, bara róa þig eitthvað svona, þú veist, og það verður oft svona strákar eru oft svona kannski einhvers staðar 9., 8., 9., 10. bekk, þá kemur svona tímabila sem þeir eru bara rosalega erfitt með skapi á sér og bara erfitt með að stjórna sér og þetta er bara testó, þetta er bara nýtt hormón sem er bara á fullu út í blóðið þeirra og svo, þú veist, en svo vitum við að því við erum búin að sjá það svo oft, svo kemur þetta fólk aftur. Þú veist, þau fara inn á þetta og eru ógeðslega leiðilegir úlingar og svo bara svona kringum 20 eitthvað staðar að þá svona, þá gerist eitthvað og þau eru bara komin aftur. Og maður er bara, ertu hætt að vera sjálfhverf og þú veist, ertu hætt að vera í mood swings og skella hurðum og maður veit aldrei hvað maður hefur, það má ekki segja neitt og allt þetta, yfir í bara, þú veist, einhver vinaleg ung manneskja sem er bara, hvernig get ég hjálpað þér og gaman að sjá þig og maður er bara, og hérna, en það sama í rauninni er, sko, þegar við konur förum út af, þú veist, þessum tíðarring sem við erum að fara inn á hormónukerfið, að þá er þetta svo dramatíska breytingar og getur alveg ennst í nokkur ár, sko. Alveg frá að tala frá 2 ár og upp í 10-12 ár. Og ég held, við erum alltaf að sjá meir og meir hvað áhrifin eru mikil, sko. Og þá er þetta í rauninni estrogenið, prógesterón og testosterón, svona aðalleikendunir. Og þessi hormón gegna öll svo gríðarlega miklu og mikilvægu hlutverki í líkamanum okkar. Til dæmis er, sko, það eru í öllum frumum líkamans eru móttakarar fyrir estrogenhormóninu. Og estrogen er til dæmis svona hormónir sem að gerir okkur ljúfar og góðar. Og mýkir okkur allar. Fer það bara? Já, og er estrogen líka mótvægi við kortisol. Kortisol er streituhormónið og er alveg eðlilegt þegar við vöknum á morgnana, þú veist, þá fyrir smá kortisol til blóðið og það er bara heilbrigt og þá bara höfum við kraftin til að takast á við hlutina. Og estrogen kemur og vegur aðeins upp á móti og þannig einhvern veginn virkar þetta bara allt. En svo þegar estrogen er ekki neitt, þá einhvern veginn fer kortisolið, þá ræður það öllu.
og þess svona í svona kringum fertugt þá fara konur kannski að finna fyrir auknum kvíða, þær eru viðkvæmar fyrir stressi og álægi heldur en þær voru áður, það fyrir aðeins að ríkt í sjálfstraustið, þetta er alveg sko snar og